nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Skulum biðja. Almáttugi miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Ég les úr Jóbsbók. Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu. Ég mun líta Guð mér til góðs. Augu mín munu sjá Guð og engan annan. Ég þekkti þig af afspurn. Þig. Amen. hjartans
Heyrum heilagt guðspjall úr fjallræðu Jesú. Jesú segir, verið ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir, né uppskera, né safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví eru þér áhyggjufull klæðnað? Hyggið að liljum vallarins hversu þær vaksa, hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, og þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Þannig hljóðar heilagt orð í Jesú nafni. Náð sé með ykkur og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Amen. Við heyrðum áðan visku orð Jesú fugla himinsins og liljur vallarins. Lítið til fugla himinsins, segir hann við okkur, hyggið að liljum vallarins.
Fuglarnir og liljurnar minn okkur á að hvíla í augnablikinu, að þiggja með þakklæti og gleði það sem þetta andartak felur í sér. Faðma það sem er eins og það er, í fullkomnu trausti til Guðs. Eins og fuglarnir og blómin erum við umvafin elsku Guðs frá upphafi lífdaga okkar. Af Guðs gæsku erum við fædd og lifum árin okkar einn dag í einu, eitt andartak í einu, uns við göngum inn í faðm Guðs að ævidögunum loknum. Leitið fyrst ríkis Guðs og réttlætis, segir Jesús, opnið skilning og skynjun fyrir nærveru Guðs í líf ykkar, nærveru lífsins, kærleika Guðs í Kristi Jesú, sem ekkert og enginn fær frá okkur tekið. Og í dag erum við hér í þakklæti til að kveðja hana Álfrúnu Gunnlaugsdóttur, rithöfund, bókmenntafræðing og prófessor, en hún lést á líknardeild Landspítalans miðvikudaginn 15. september síðastliðinn. Álfrún var fædd í Reykjavík þann 18. mars árið 1938. Dóttir hjónanna Oddnýjar Pétursdóttur og Gunnlaugs Ólafssonar, sem síðar varð skrifstofustjóri Mjólkursamsölunnar. Nafn dótturinnar vitjaðist Oddnýju í draumi, en kannski áttu ömmurnar báðar einhvern hlut í nafninu, Guðrún og Sólrún. En læðist sú hugsun að á Álfrúnu hafi sannast hið fornkveðna, að fjórðungi bregði til nafns, svo sem sést í skáldsögum hennar, þar sem hið yfirskilvitlega og leyndardómsfulla tekur á sig ýmsar myndir. Móðuramman Sólrún Ólafsdóttir og heimili fjölskyldunar voru miklir kærleikar með þeim árinu, en hún lést þegar dóttirinn var 10 ára. Bræður Álfrúnar eru Ólafur og Gylfi. Eiginkona Gylfa er Ragnhildur Hannesdóttir og börnum þeirra og barnabörnum sem hér eru með okkur í dag var Álfrún afar kær, dýrmætur hluti af fjölskyldunni. Ólafur er búsettur í Lúxemborg ásamt Margréti Ingimarsdóttur eiginkonu sinni, börnum þeirra og barnabörnum, og þau hjón og fjölskyldan öll biður fyrir hlýjar kveðjur hingað í kirkjuna í dag. Sonur Álfrúnar er Bjarki Kaikumó, hann er tónlistarmaður, fæddur 1973 og búsettur í Finnlandi. Þegar Álfrún var 8 ára fluttist fjölskyldan vestan úr bæ í Mjólkursamsölun á Laugavegi, þar sem Þjóðskjalasafnið er nú til húsa. Telpan hafði fyrst verið í Ísaksskóla en settist nú á skólabekk í Austurbæjarskóla. Gagnfræðaprófi lauk frá Kvennaskólanum en stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík 20 að aldri. Haustið eftir stúdentspróf var hún við nám í ensku, íslensku og auðvitað fílunni við Háskóla Íslands, en hélt síðan til náms í bókmenntum og listasögu til að byrja með, í Katalóníu á Spáni, með viðkomu í Lundúnum. Og kannski er hún að einhverju leyti að lýsa eigin reynslu þegar sögupersónan Rán, þá orðin öldruð, lítur tilbaka og þegar nú er að ferðalagi og finnur bensínstippuna á flugvellinum. Og ég vitna í textan. Hún varð að ungri stúlku sem steig út úr vél á Lundúnaflugvelli og var hálfvönguð, enda maginn í henni snúist við þegar flugvélin lenti eftir 6 klukkustunda flug frá Reykjavík. Gömlu vélarnar voru ekki fljótar í förum en það. Og aðflugið hafði verið erfitt, en hún greip ekki fyrir nefið á vellinum, þvert á móti. Dró andan djúpt og hirti ekki stybbu, skimaði áköf í kringum sig. Hún var komin til að skoða eitthvað nýtt, leita ævintýra og læra.
Og svo hún komin í Oxford stræti, sögupersónan Rán, og stendur eins og límd við búðaglugga, sér þar grænköflótt ullarpils sem hún kaupir og varði hana síðan gegn kuldanum í Englandi. Minnist skáldkonan í því samhengi skólastýru kvennaskólans sem ekki tók í mál að stúlkur klæddust síðbuxum eða máluðu varirnar á sér, og vísar líka í konur á Englandi. Allar þessar konur héldu í gildi sem þá voru óðum að hverfa, sniðgengu nútíman á þess að vita af því. Og svo koma áhyggjur Ránar, skáldkonur, af því hvort hún sé komin á þann stað. Ég held nú samt ekki. En þetta er alveg rétt með skólastýru kvennaskólans. Það hef ég spurt fyrir það mátti ekki vera með varaliti að gangi í síðbuxum. En það er gaman að geta þess að annarkvort í þessari ferði eða fyrirferðinni til Lundúna þá keypti Ásrún sér forláta tvítefni, en henni varð ekki kápan úr því klæðinu svo sem til hafði staðið, heldur verður efni góða vonandi brátt að fallegri flík fyrir skapandi nálgun Bjarka Álfrúnarson. Betra seint en aldrei. En frá Lundúnum lá leiðin til Barcelona á Spáni, þar sem gengi spænska pesettans var óvenju hagstætt fyrir erlenda námsmenn, eins og segir í upphafsgrein ritstjórans Guðna Elíssonar í greinasafninu Rúnir, og það hefur verið eina ástæðan fyrir því að hún fór til Spánar. En þar var hún með 4 ára dvöl í Sviss, þar sem hún fékk námsstyrk vegna síns doktorsverkefnis og lagði stund á síðan rómönsk mál og bókmenntir og lauk doktorsprófi frá nýjum háskóla, óháða háskólanum í Barcelona, og var það í leinum því að þar voru óeirðir eins og oft áður og þurfti að fara leynt, en doktorsprófinu lauk hún þaðan formlega þó hún hafi lagt stund á rannsóknirnar í Sviss. Já, 7. áratugurinn var rostusamur á Norður Spáni svo sem víðar í Evrópu. Efnahagur Spánar var að rétta úr kútnum á þessu tímabili. Það er talað spænska kraftaverkið sem fólk hefur nú mismikla trú á að nefna svo. En með við fyrri stjórnarár Frankós að þá var eitthvað nýtt að gerast. En óeirðir og strangt lögreglueftirlit setti svip sinn á líf háskólanemanna eins og Álfrún átti síðar eftir að fjalla í skáldverkum sínum. Námið fór sem sagt bæði fram á spænsku. Innan Spánar er það sem við köllum spænsku, yfirleitt nefnt castellano, kastilíska, en líka á frönsku. En Álfrún talaði þetta katalónsku, svo sem vera bar í Katalóníu, katalan, hún talaði hana reiprennandi. Og svo vann hún meðal annars með texta á próvensölsku og kunni auðvitað fleiri tungumál. Álfrún var 10. konan til að ljúka doktorsprófi samkvæmt vef Kvennasögusafnsins. Doktorsritgerðina sem ber heitið Tristan en el Norte, Tristan úr norðrinu, ritaði hún sem sagt á spænsku og var gefin út hjá stofnun Árna Magnússonar árið 1978. Það er talað að það hafi nú ef til vill verið óvenjulegt að gefa út ritgerð á spænsku, en þótti mikilvægt að íslenskt fræðaframlag kæmist til skila til fræðasamfélagsins í hinum víða heimi. Hluti ritgerðarinnar er þýðing Tristans kviðu úr norrænu yfir á spænsku. Það hafði ekki verið gert áður og eitt af síðustu verkum Álfrúnar var að búa þessa þýðingu út til útgáfu á Spáni, en hún kom út þar í fyrra. En að hvatningu foreldra sinna sótti Álfrún lektorstöðu í almennri bókmenntafræði við Háskóla Íslands árið 71 og sneri aftur heim til Íslands þegar hún fékk skipun í stöðuna. Dósent varð hún 77 og síðan prófessor frá 88 til 2006 þegar hún fór á eftirlaun. Álfrún var fyrsti kennarinn í almennri bókmenntafræði við Háskóla Íslands, fyrsti prófessorinn í sömu grein, og í blaðagrein las ég að hún hafi verið fyrsta konan sem skipuð var prófessor við heimspekideild Háskóla Íslands, og ég leiðrétti það ef það er rangt, en þetta las ég í blöðunum. En heimspekideildin fékk síðan heitið hugvísindadeild að tillögu Álfrúnar. Gaman að vita það, og síðan hugvísindasvið. Hún kenndi þar í 35 ár
Og engin vafi leikur á því að kennsla Álfrúnar merkt framlag til íslensks menningar og fræðalífs, svo ég vitni aftur í hann Guðna, sem nefnir hana líka brautryðjanda í kennslu helfararbókmennta á Íslandi. Álfrún átti mikilvægan þátt í að byggja bókmenntafræðina upp sem sjálfstæða grein við Háskóla Íslands. Nemendum sínum gat hún komið á óvart, til dæmis með því að láta þau hefja missirið á að lesa Biblíuna og rýndu þau meðal annars í Jobbsbók sem bókmenntaverk og þess vegna var nú vitnað í Jobb hér. En hún kenndi aðalega franskar, spænskar og suður-amerískar bókmenntir. Álfrún var skipulögð kona, mætti ávallt mjög vel undirbúin til kennslu. Hún var vel liðin af bæði nemendum og samstarfsfólki. Hún vann mikið heima við eins og kannski kennarar siður að loknum kennsludegi, undirbjó fyrirlestra og fræðigreinar, fór yfir ritgerðir og sinnti síðan ritstörfum. Álfrún var í fararbroddi fræðimanna sem rannsaka hafa þýðingar á frönskum rittarabókmenntum, svo áfram sé vitnað í Guðna, og auðvitað doktorsritgerðin, en líka skrifaði hún viðamiklar greinar meðal annars Parsifals sögu og Jórsalaferð Karla Magnúsar keisara. Og þrátt fyrir opinber starfslok 2006 hélt Álfrún ótrauð áfram fræðastörfum og var enn að vinna að vísindagrein þegar hún lést. Hún hafði sitt vikuplan sem meðal annars gerði ráð fyrir 2 dögum við rannsóknir í Þjóðarbókhlöðinni. Hún var gerð að heiðursdoktor við Íslensku og menningadeild HÍ á fullveldisdaginn 2010. Svo var hún heiðursfélagi í Rithöfundasambandi Íslands árið 14 og heiðruð með riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu fyrir framlag til íslenskra bókmennta og kennslu bókmennta á háskólastigi skömmu fyrir áttræðisafmælið á nýársdag 2018. En víkur nú sögunni að listunum. Þegar Bjarki var 2 ára, árið 75, fluttu þau Álfrún hingað á Seltjarnarnes að Skerjabraut 9. Bjó hún þar alla tíð eftir það, fram á síðasta dag. Þar ól hún upp sinn dreng og stundaði sem fyrr segir sín fræði og ritstörf. Líklega hefur skáldskapurinn leitað hennar skeið áður en hún lét af því verða að setjast niður og skrifa. Bjarka sagði hún að það hafi byrjað sem hvert annað dund og meðan drengurinn undi sér við að teikna á blað, leituðu orðin á hennar blað og úr urðu þýðing og svo smásögur og skáldsögurnar. Og Gylfi bróðir las yfir með augum íslenskumannsins. 8 frumsamin verk sendi hún frá sér auk þýðingar á skáldsögur spænsku, Sálumessu yfir spænskum sveitamanni eftir Ramón José Sender og þar var hún svona að máta sig við að skrifa á íslensku eftir langa mótun á rómönskum málum. En það var svo þegar hún var 44 ára að frumraun hennar á sviði fagurbókmennta, smásagnasafnið af mannavöldum, tilbrigði við stef, kom út og þessa fyrstu bók tileinkar hún Bjarka syni sínum. Þar að finna 9 tilbrigði sem sumar hverjar endurspegla hennar eigin reynslu úr bernsku og ungu árunum. Til dæmis fyrsta tilbrigði sem gerist við sumarbústað í Kópavogi, þar sem valdið birtist í byssu Hermanns og hefur líklega mótað hugannar allt frá því. Síðan kom út eftir hana 7 skáldsögur sem hlutu margvísleg verðlaun, bókmenntaverðlaun DFF hlaut hún fyrir skáldsöguna Þel, sem var fyrsta skáldsagan, önnur bókin, og 3 voru skáldsögur hennar tilnefndar til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs og þýddar á sænsku af því tilefni, Hringsól kvatt að rúnum og yfir Ebrófljótið. Og sú síðast nefnda var einnig tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna og skáldsagan Rán einnig. Auk sænsku þýðinganna hafa bækur og bókarkaflar eftir Álfrúnu verið þýddar á dönsku, frönsku og þýsku og kannski fleiri mál sem mér ekki kunnugt Þekktasta bók Álfrúnar hérlendis er líklega yfir Ebrófljótið. Hún vakti mikla athygli enda einstakt verk í íslenskri bókmenntasögu, segir á einum stað.
og að baki henni lá gríðarleg rannsóknarvinna eins og bæði fólkið hennar varð vart við og hún greinir frá í viðtölum. Og 7 árum eftir þetta mikla þrekvirki spænsku borgarastyrjöldina sendi Álfrún frá sér bókina Rán sem eins og fyrr segir gæti að einhverju leyti verið sprottin úr hennar eigin lífi, einhverjar myndir úr hennar lífi eins og rata nú gjarnan hjá rithöfundum á blað. Ég seta nú svona hér fram án ábyrgðar og án vísindalegrar grandskoðunar að kannski sé sú bók sprottin af hugrenningum skáldkonunnar hvernig hennar eigið líf hefði getað orðið ef hún til dæmis hefði sest af í Sviss en ekki snúið aftur heim til Íslands að nokkru loknu námi. En annars best að fara varlega í að samsama listamannin listaverkinu eins og Álfrún benti sjálf á í viðtali. Hún segir, stundum getur auðvitað verið áhuga að vita eitthvað listamannin, en það hefur sér ekki mikið upp á sig með við það sem felst í miðluninni. Listamaðurinn miðlar einhverju sem aðrir taka við, segir hún, og það stendur eftir að lokum, ef eitthvað stendur eftir, segir hún sjálf. Þegar á heildinni litið held ég að það sé í það minnsta hollt að gera greinarmun á listamanninum og listaverkinu. Og við berum virðingu fyrir því. Í bókinni Siglingin síkin frá árinu 2012 sjónarhóllinn eldri konu eins og í Rán og hana segir svo skemmtileg bókadómi, bara tek svona dæmi, það að mörg að taka. Afskaplega vel heppnuð bók. Ef Álfrún gengi með hatt, myndi ég setja fjöður í þann hatt. Og mér finnst þetta svo skemmtilegt vegna þess í mörgum bóka hennar einmitt mannpersónur með barðastóra hatta. Síðasta bók Álfrúnar, Fórnarleikar, kom út þegar skáldkonan var 78 ára að aldri. Einkenni þeirrar bókar sem fyrr hjá Álfrúnu marglaga persónusköpun, breytileg sjónarhorn, minningabrot og flakk í tíma sem fyllir lesandann löngun til að vita meira og komast á áfangastað fléttunnar eða hnoðans eða hnykilsins eða hvað orðið notum eða að rótum hennar, eftir hvernig á það litið. Álfrún fylgdist vel með alþjóðlegum stjórnmálum eins og sést svo vel í bókunum hennar sem leynt og ljóst draga þræði sögunar. Auðvitað það bókin yfir Ebrófljóti sem kannski skýrasta dæmið, en svo sjáum við í nokkrum bókanna hvað riddarasagan henni hugleikin, ekki síst í auðvitað Katarúnum, eða kallað á eintal eins og sá titill mun merkja. Og svo víða riddarar á ferð, til dæmis í Siglingunum síkin, þar koma svona nokkri riddarar við sögu í. Og þemað þetta stríð og friður kemur strax fram í smásögunum hennar frá 82 og þessi sérstaka innsýn sem hún hafði í lífskjör fólks, bæði frá löndum sem þá voru okkur Íslendingum næsta framandi, en líka þeirra sem hér heima glíma við ýmsar áskoranir og þá séð með augum barnsins. Innsæi Álfrúnar í sálarlíf barnsins má sjá víða í bókum hennar og Bjarka sínum var hún ástrík og hvetjandi móðir. Hún Álfrún var líka svo vinmörg kona og þekkti mannlífið svo vel að við sjáum allt þetta innsæi og þennan skilning birtast í því sem hún skrifar. Hún átti vini allan heim og kannski einhverjir þeirra horfa núna. Hún átti vini frá hinum ýmsu æviskeiðum, tengdist fólki hvar sem hún kom. Sterkur vinkvennahópur fylgdist að frá æskuárunum, Ísaksskóli, Austurbæjarskóli, Kvenn og MR auðvitað. Og svo voru trúfastir vinir frá námsárunum á Spáni og í Sviss. Hún var alltaf að kynnast nýju fólki og barst til dæmis fyrrum nemendum sínum úr Háskóla Íslands, vinaböndum og samstarfsfólkinu eins og minningargreinarnar í blaðinu í dag bera vottum. Ég hef verið beðin hér að flytja kveðju frá Steinu Einarsdóttur sem ekki gat verið með okkur í dag. Hún vinkona Álfrúnar frá barnæsku. Þegar leikið var tún og holt og hún þakkar langa samfylgd. Álfrún var svo margt í senn, djúphugul og hláturmild, óræð og opin.
Vískona sem ávallt sá áður óþekkta fleti á líf og list. Hún lifði og hrærðist í listinni, auðvitað bókmenntunum en líka öðrum listum. Áskrifandi á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands til margra ára, mikill unnandi klassískrar tónlistar. Ættlæg heyrnarskerðing dró reyndar úr gagnsemi leikhúsferða sem hún þó stundaði og sjálf segir hún frá því í viðtali þegar heimur listrænna kvikmynda opnaðist henni. Það var ekki bara dans og söngvamyndir. Myndlist, listaverkabækur, söfn, hvers konar, arkitektúr, allt var þetta hennar líf og yndi. Og á námsárunum á Spáni lærði hún að meta stóru kaþólsku kirkjurnar og þau fagurfræðilegu hughrif sem þar að finna. Álfrún hafði dvalið mánaðartíma á líknardeildinni þegar hún lést, en meinið greindist fyrst á fyrri hluta þessa árs. Hún hélt öllu sínu andlega fram undir það síðasta, tapaði engu af sinni andlegu reisn og gat glaðst í góðra vina hópi sunnudaginn fyrir andlátið. Við höfum fengið hér fallega kveðju í svona fallegri möppu eins og Finnarnir gera. Þetta er kveðja frá Alexander sem er bróðir Bjarka og frá móður hans Mörtu. Þau segja hér við minnumst þín Álfrún með hlýhug. Og svo sendaðu þau okkur texta á finnsku, ensku og sænsku. Himlens haf har ingen strand, bara ljus, er tilvitnun í sænska skáldið Bo Setterlind. Og svo er önnur eftir vietnamska munkin Thich Nhat Hanh, og ég leyfi mér að lesa hann á ensku. I have arrived, I am home, in the here, in the now. I am solid, I am free, in the ultimate I dwell. Og svo er finnska tónskáldið Kari Rydman. Ég ætla ekki að lesa finnskuna, ég geti sagt eitthvað vitlaust. En ég ætla að leyfa mér að fara með það í frjálslegri þýðingu minni. Með hjálp Bjarka sjálfsögðu. Við grátum ekki þá daga sem með þér eru gengnir, en gleðjumst yfir því að hafa gengið þá með þér. Það bil. Og ég segi þetta aftur. Við grátum ekki þá daga sem með þér eru gengnir, en gleðjumst yfir því að hafa gengið þá með þér. Þetta er fallegt. Sjálf skilgreindi Álfrún sig ekki sem trúaða manneskju í hefðbundnum skilningi, en sjá má í bókum hennar og viðtölum við hana djúphygli og lífssýn sem byggir á andlegri nálgun við lífið. Náttúran er inni hugstæð, fjöllin, hafið og sólin og auðvitað nóg af því hérna út á Seltjarnarnesinu og dauðinn og lífið. Og hvernig þetta tvennt, dauðinn og lífið, fléttast saman á óræðan hátt. Ekki endilega sem andstæður, heldur oft á tíðum speglanir. Gönguferðir voru hennar leið til að leita sjálfa sig uppi, segir hún á einu stað í viðtali. Ég einbeiti mér að því núna að láta hverjum degi nægja sína þjáningu, segir hún. Og þá er hún að vitni Jesú Krist sem við heyrðum lesið áðan. Og þetta viðtalið frá 88. Þannig er hún bara aldur mig, ekki orðin gömul kona. En þá komin yfir miðjan aldur, þá kannski fær maður meira að hugsa svona. Og svo segir hún um dauðan, við deyjum sem einstaklingar, svo mikið er víst, en höldum að nokkru leyti áfram að lifa í öðrum í eilífri hringrás. Og nú er hún Álfrún öll, eins og sagt var hér áður fyrr, en lifir áfram í þeim áhrifum sem hún hafði á ykkur öll sem kynntust henni og okkur sem njótum góðs af innsæi því og frásagnargáfu sem birtist í bókum hennar. Vonandi berum við gæfu til að taka því sem ritverk hennar miðla, taka við því og standa þannig undir því trausti sem hún bar til okkar sem lesenda. Að við tökum þátt í að skapa listaverkið og túlka það með opnum huga. Þannig vildi hún gefa okkur sjálfa sig að þessu leyti. Og merkingarríkar samræðurnar við hana halda áfram eins og bentir á í minningagrein.
sem grunntaktur í hugarlífi þeirra sem lifa og muna. Vel sagt. Hver dagur kemur nýr og fagur, að þér virðist í línulegri röð, en kannski er það blekking, því hvað er tíminn? Ekkert er eins og áður og verður aldrei eins, það sem var og verður fullvast í því sem er. Kannski er leyndarmál lífsins fólkið við því að taka því eins og það er, leyfa lífinu að vera það sem það er, taka því sem að höndum ber með hógværð og hugrekki, að láta hverjum degi nægja sína þjáningu, gera það sem við getum gert á hverjum tíma og gera það vel. Í þakklæti og kyrrlátri gleði, eins og fugl á himni, lilja á velli, sem tekur við lífinu sem gjöf og leyfir sér að svífa með og birta nærveru Guðs í friði og kærleika. Já, Álfrún Gunnlaugsdóttir, blessuð sé minning því. Að útför lokinni fara nánustu aðstandendur sem leiðliggur í Gufuneskirkjugarð, en ykkur sem verðið hér eftir er boðið að gera ykkur á góðu veitingarnar sem reiddar verða fram, gleði og þakklæti fyrir lífið hennar Álfrúnar. Og nú ætlar hann að koma Símon, gítaristi, og leika fyrir okkur eitt erfiðasta lag gítarbókmenntanna, minningar frá Alhambra eftir Francisco Tárrega.
biðja. Við þökkum þér, himneski Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa henni Álfrúnu Gunnlaugsdóttur, systur okkar, sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Við biðjum þig að styrkja þau sem hér kveðja og veita þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Og við komum fram fyrir Guð með allt það sem að leynist í hjarta okkar, það sem í hugskotinu býr, jafnvel það sem við kunnum ekki að orða sjálf. Við viljum þakka fyrir allt það góða sem hún Álfrún skilur eftir sig, öll þau spor sem hún markaði í líf okkar allra á einn eða annan hátt, þar sem hún miðlaði fyrir okkur að túlka og meðtaka og nýta í lífinu. Og þakkaði Guð fyrir þetta óræða sem hún leyfir að vera ósagt, sem minnir okkur á hvað lífið er margslungið og á sama tíma getur verið rok og sólskin. Við þökkum þér fyrir það, Guð, að við fáum að vera með í þessu lífi og felum þér allt það sem til okkar leitar einmitt núna. Og það gerum við í bæninni sem Jesús gaf okkur og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús segir: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sáð er dauðlegu, en upprís ódauðlegt. Sáð er í veikleika, en upprís í styrkleika. Sáð er í arneskum líkama, en upprís andlegur líkami. Drottinn minn gefi dauðum ró, en hinum líkn sem lifa. Amen. Ég lifi í Jesú nafni,
blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist. Amen.